Og áframhöldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við aðeins að fræðast nýjan þátt hérna á stöðinni og hún komin til mín, Rakel Hinriksdóttir, dagskrárgerðarkona, velkomin. Hæ, takk. Heyrðu, Bak við tjöldin, það ekki heitið á nýju þáttunum? Þeir heita Bak við tjöldin vegna þess að við erum að skyggnast á Bak við tjöldin hjá áhuga leikfélögum. Já. Mjög skemmtilegt. Þetta eru hálftíma þættir og við fengum sér styrk frá sóknaráætlun Norðurlands eystra til þess að byrja á þessum þáttum. Okay. Og við erum bara byrjuð. Þið eru bara nýbúin að fá styrkin og það er bara allt komið í gang? Já, bara keyra í gang, okkur að bíða. Nákvæmlega, nú er líka allt í gangi. Nú eru áhuga leikfélögin annarkvort að frumsýna eða bara í miðju kafi að sýna. Einhver kannski hafa sýnt fyrir jól og eru búin en fyrsti þátturinn er farin í loftið. Hann fer í loftið á þriðjudaginn. Hann fer í loftið? Núna á þriðjudaginn klukkan 8:30. Það er nefnilega lá svolítið vel við að byrja á leikfélagi Húsavíkur. Já. Þau eru nefnilega á merkum tímamótum. Það er 120 ára afmæli. Wow. Þetta leikfélag var stofnað árið 1900. Wow. Þannig að það er þetta er afmælisár og þau eru að leggja í mjög metnaðarfulla sýningu, Litlu hryllingsbúðina. Já, ég er búin að sjá hana, hún er geggjuð. Já, ég er búin að sjá hana. Þetta er ekkert smáræðis flott. Þetta er nefnilega alveg rosalega töff sýning hjá þeim, Og flestir þekkja nú þessa sýningu og þetta er náttúrulega auður þarna plantan sem að vex og dafnar. Já, þessi svakalega mannættu planta þarna. Já, hvernig hún stekkar og þróast. Ég var bara fein að taka ekki börnum mín með, það var pínu ókvæmkjandi. Þú var það alveg. Og berð þú hittan og þungan af þessari þáttagerð, eru fleiri með þér? Ég er í dagskrárgerðinni og svo tek ég með hana Dagnýju Huldu Valbergsdóttur sem er myndatökukona og það er ofsalega gott að hún er líka þjóðfræðingur að mennt og hefur rosalega áhuga á svona menningarmálum og svoleiðis. Þannig að hún er svolítið alveg pínu með mér í dagskrárgerðinni líka. Já, frábært. Þeir eru búnar að taka upp þennan fyrsta þátt? Já. Og hann er bara í klippingu og eftirvinnslu og eitthvað? Já, það er bara verið að græða hann núna. Já, og við fáum að sjá smá brota eftir? Já. Eða hvað? Já. En svo eru þið hvað? Þið þurfum kannski að gera þetta í einhverjum áfengum. Þið náuð ekki að dekka landið og miðin í þessari fyrstu umferð? Við fengum náttúrulega styrk til þess að sjá Norðurland eystra. Já. Hvað eru það mörg fyrir? Og það eru sem sagt 12 leikfélög ef ég fer með rétt mál en mögulega bara 11. Við erum aðeins að rannsaka þetta allt saman. En við byrjum semst á 4 þáttum, það er planið. Sem sagt núna fyrir sumarið í rauninni. Takið fyrir 4 þá áhuga leikfélög hérna á svæðinu? Já, ég veit það að ég fer næst í Freyjónsleikhúsið. Það er byrjað að undirbúa það og svo er á eftir aðeins að kemur hitt í ljós bara. Ákveða hitt, já. Og hvernig fannst þér að koma á Húsavík? Hvað fannst þér fólk vera að segja? Einhver niðurstaða eftir þessa heimsókn? Húsavík er náttúrulega frekar lítill bær þannig og þetta leikfélag er svo svakalega rótgróið í bara sögunni og menningunni að allavega allir sem ég talaði við, þeir fórnuðu bara höndum við þá tilhugsun að það væri ekki þetta leikfélag í bænum. Þú veist, vissi ekki hvað þið væru, Einmitt. Jafnvel einhverju sem að sögðust örugglega ekki einu sinni búa þarna ef þetta leikfélag væri ekki. Það hefur örugglega gríðarlega þýðingu, svona starfsemi. Þetta er ægilega mikið menning og þau náttúrulega búa svo vel að hafa sitt eigið hús sem þau hafa haft alveg mjög lengi. Það er að verða eitthvað nálægt því að verða 100 ára þetta hús. Ætli það sé ekki erfiðasta áskorunin fyrir svona leikfélag, þú veist, að hafa öruggt húsaskjól einhvern veginn, af því að þetta getur verið dýrkostnaðarlegur og ekki er fólk einhvern veginn að búti peninga, þetta fer náttúrulega allt í næstu uppfærslu, þannig að þetta er svona meira samfélagsverkefni heldur nokkuð annað. Þetta er það og maður bara finnur það þegar maður kemur inn í leikhúsið þeirra að þetta er bara þeirra hús. Þú veist, þau eru bara með dótið sitt inn í búningsherberginu og þú veist, það var einhver að tala um það að hún, þegar hún var ég talaði við konu sem heitir Guðrún Jónsdóttir og er mjög oft í leikmyndahönnun og bjó meðal annars til blómið ásamt fleirum. Já, frábærlega vel gert. Það er rosa flott og hún talaði um það að stundum þá bara legði hún sig hana. Sefur bara það? Já. Tekur ekki að fara heim? Þegar það er alveg að fara að koma sýning og það er ekki alveg tilbúið og þá bara, ég legg mig hérna á sófann. Svona á þetta að vera. Þetta er svona, nánast bara athvarf frekar en eitthvað hús. Þetta er meira en bara hús. Við mælum með að fólk tilli sér fyrir framan sjónvarpið eða náu þessu einhvers staðar annars staðar seinna meir. Bak við tjöldin, þátturinn fyrir loftið á þriðjudaginn. Já, klukkan 8:30. Já, og við bíðum bara spennt og fáum kannski að sjá hérna smá brot núna. Já, við ætlum að horfa á smá samklipp úr svona brot úr deginum. Já, takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Takk, kærlega bara. Og gólf beygir og
Og svo fórum við á móti. Við fórum? Já. Þú og ég? Já. Ég kom hérna Jörund á dansku. Já. Og fórum létt með það. Jú, þeir skildu víst. Þeir skildu ekki neitt í okkur. Þeir spurði okkur hvort við værum að tala dansku. Það var bara einn. Já. Og hann var utan að Jótlandi. Já, hann var hérna. Getur þú eitthvað að sé fyrir þér hvernig lífið hérna í bænum væri án leikfélagsins? Nei, það væri tómlegt. Það myndi margt vanta. Af því að núna erum við á 120 ára og ég held að það séu ekki mörg ár sem að hefur ekki verið uppsetning. Það bara svo geggjað að vera hérna. Þá á grænu eynni handaníska hafsins mitt himnaríki drottinn gefðu mér. Gef mér að éta. Nei, ég get það ekki. Ekki missa af Bak við tjöldin á þriðjudaginn klukkan 8:30.